nokkur vegur yfir á lokinhamrum, yfir brú, eða slóði, og slóðin heldur áfram undir fjallinu Skildi. Elís hóf þessa vegagerð sína árið 1972 og vann að þessu í hjáverkum. Hann byrjaði hinum megin við fjallin, Dýrafjarðarmegin, og fyrsti áfanginn var að vitanum í Svalvogum, sem eru 9 kílómetrar fyrir norðan Lokinhamra. Þar var bú þegar Elís lagði þangað veginn, en nú sér Elías Þórarinsson á Sveinseyri í Dýrafirði vörsluna. Vegurinn þræðir fjölbreytt landslag, brattar skriður, hamra á milli stórra kletta í Stórgrýti, eins og hér við Svalvogavitann sem framundan. Víða þessi vegur krókóttur, en hann sléttur, segir Elís. Og hann lagður utan kerfisins, kannski utan garðs í þeim skilningi að hann hafa engir verkfræðingar eða aðrir skipaðir menn fjallað. Þetta fast að 20 km langur vegarslóði sem verk eins manns á lítilli ýtu. Þótt vegarstæðið sé víða erfitt og hrikalegt við Arnarfjörð helsta torfæran þá Dýrafjarðarmegin hér framundan. Og við sjáum þessa torfæru þegar komið aðeins norður og austur fyrir Svalvoga. Það Hjallafjall sem við sjáum. Vegurinn eins og strik sem hefur verið rispað þarna í þverbratt hamrastál í Ófæruvík svonefndri neðst í fjallinu. Þetta svo bratt og aðkreft að það illt að komast að til myndatöku, jafnvel á lofti. Hamrastálið þvernýft bæði ofan og neðan við veginn, en hann skorinn eða sargaður inn í stálið og krókóttur að sjálfsögðu. Víkin snýr mótu norðri svo að það skuggsýnt inn í henni og skín ekki sól nema hásumar, kvölds og morgna. Þessi vegur á sér engar hliðstæður hér á landi hvort sem litur á tilurðans eða tilvist, og þetta bílfært á sumrin. Elís á leiðinni út eftir hingað á litlu ýtunni sinni að opna veginn og hreinsa á hann snjó og grjótrun eftir veturinn. Vegum eftir að hitta hann þar sem vegurinn liggur inn í hamravegnum þarna framundan. Elís einmitt að hreinsa hrikalegasta kaflann. Hann segir að Svalvogavegur hafi kostað 500.000 króna fyrir 11 árum, þegar verðlag var ekki langt frá því sem það nú. Og Elís stoltur af þessari lágu upphæð og bendir á að áætlanir að gera veg í fjörunni, sem vegagerðin hafi gert, það gert ráð fyrir margfalt meiri kostnaði bara við að sprengja fyrir nefið þarna ófæruna sem þarna. Hugmynd Elís vegagerðina hafi menn talið fáránlega, segir hann. Sjálfum hafa honum eiginlega ekki dottið þetta í hug, heldur bara hreinlega gert það. Teygt veginn áfram frá vegarendanum sem hann hreinsaði fram á hverju voru. Hamrabergið frá fjöru og upp á brún 400 metra hátt. Vegurinn var mjórri í fyrstu og orðinn breiðari núna ef að hægt að nota það orð breiður svona veg. Hann segist að það verið 80 vinnustundir að gera þennan kafla hér yfir Ófæruvíkinni. Þegar ég var lítið strákur þá las ég ævintýrabók sem var með svona einstigi, en ég hélt þetta væri ekki til. En þetta til hérna. Ef maður horfir hérna þrábeint upp að þá slútir veggur hérna nánast yfir hornið á bílnum. Það rétt hægt að smoka sig hérna frá hjá að innanverðinni. Og svo hér á utanverðinni þá var það nú ekki glæsilega. Það svona rétt hægt að... En það ekki fyrir loftfæta að fara hér frá hjá. Þetta svona, sitt hvorum megin. Alveg makalus. Það var aldrei nokkuð tíma sem þetta stóð tæft og eftir að vilja gefast upp á þessu. Þar það akkúrat hérna fyrir stundu sem þetta var einn erfiðast. Já, allavega ekki. Allavega ekki verið hérna sem var hæsti, hvað maður segja, skriðurhryggurinn. Það var svona nærið því lögur upp hérna niður. Þessum stundum. Nú auðvitað þurfti ég að klifra á vélinni þarna, byrja þarna eftir uppi. Og jú, það kom nú fyrir að maður svitna í lógum svona. Stoppaði og kveikti sér pípu.
Já, hann er aldrei farið að staði að vera reitt svona alveg á fyrstu með þetta hérna niður. Það kom einstakar sinnum fyrir að maður lofaði sjálfum sig, sko, að maður slippi nú aftur og fara þá ekki á stað aftur. Já. Það var ótal mörg ævindi því sem gerðist á meðan maður. Það. Fyrst kom einn þingmaður. Já. Og ég nefna nokkuð nöfn, nei. Þú mátt það? Nei, ég nefna engin nöfn. Þeir þekkja sjálfur að þið sögðu, sko. Já. Þá var ég komin út af Svalvogum. Já. Og þar hraun sem helvíti erfitt. Jú. Og ég segi nú að það sé erfiðar en klettarnir. Já. Hraunið. Já. Þar var ekkert efni að sjá nema bara klettur við klett. Já. Og þarna liggur vegur í gegn sem þú getur skoðað. Jú. Hann eins og malbyggaður. Já. Þó hann sé bæði mjór og hlykkjóttur þá stendur það fyrir sínu. Já. Nú ég var komin á öxlina fyrir ofan Svarfaðarbæinn. Þá kom þingmaður, hár og hæðabreiður og spjallaði við mig. Og honum fannst þetta heilt afrek. Já. Ég samþykti það auðvitað. Já. Og þá var ég búinn að reisa svona upp steina hér og þar í áttina heima Svalvogum þar sem ég ætlaði að fara. Og þegar hann var búinn að spekula í því sem var búið að gera þá sneri hann sér að mér og sagði: Heyrðu Elís, hvar ætlarðu með veginn hérna út yfir þetta sem framundan? Og ég sló bara svona út hendina og sagði: Ég ætla að fara þarna, svo sér steinina. Ég var það að gera við vélina og hélt áfram. Ég sá út undan mér svona, hann leit yfir hraunið og svo leit hann án og svona til þess að aðtöða hvort ég væri að spauga með hann eða hvort ég væri kannski með öllum hérna. Já. Nú vegurinn komin, svo kom annar þingmaður. Já. Þeir höfðu mikinn áhuga fyrir þessu. Já. Og hann bað mig nú að keyra sig út í Svalvoga, þá var vegurinn komin allar leið. Ég gerði það. Og hann trúði mér fyrir því að Svalvogavegur, hann hefði verið allar tíð sitt óskabarn síðan hann byrjaði hér sem þingmaður. Og nú þegar hann sæi að væri komin svona vísir að vegi, þá skildi hann gera allt sem hann gæti fyrir þennan veg. En lifandis ósköp hóti að þessi þingmaður sé geturlaus. Ég segi ekki meira. Því ég hef ekki orðið var við að hann hefði gert minn stórvirki hérna. Ég beið tilbúin að taka móti ykkur. Já. Hefur ég nú til með að segja frá þriðja þingmannu sem hann er ráðherra líka. Já. Hann var skal ég segja þér hér á ferðinu og var að víja hérna heilmikið hús á Þingeyri, svona, já, ríkisstofnun. Já. Hann fór út í Svalvoga og það var ekki ég sem keyrði hann, það var eitthvað annar. En hann var svo hrifinn af veginum að ég skal ekki segja, ég held hann hafi tæplega haldið vatni. Já. En sleppum því. Hann skráði í gestabókinni í Svalvogum að vegurinn væri kraftaverk. Svo þegar hann vígði húsinn á Þingeyri þá lét hann þess geti þar í ræðu að þetta væri afrek og já, sá sem hefði unnið þetta, hann taldi að hann ætti eins mikinn rétt á fólka orðu eins og hver annar. Já, eitthvað það. Þú hefur ekki fengið hana? Já. Nei, enda ég hef ekki kert með það, en ef hann hefði getað útvegað mér andvirði hennar þá hefði ég gert lagt það hérna í veginn, sko. Jæja, þá ökum við tilbaka inn í Dýrafjörð með Sigurði Gunnarsinni, þennan veg sem á enga hliðstæðu hér á landi. En Elís heldur áfram að opna veginn í Svalvoga og áfram allt í Lokinhamra og Hrafnabjörg. Vegurinn kominn svona langt en þó skortir, þegar hér komin sögu, enn 5 kílómetra á að loka hringveginum Dýrafjörð og Arnarfjörð með því að gera bílfært milli Stapadals og Hrafnabjarga. Þó viti menn ekki löngu síðar Elís komin að fulla ferð í Bjargarhlíð inn af Hrafnabjörgum. Hann er svo Skúli að sörla forðum, sinnir hvergi gjótum, hvergi grjóti, leggur veginu þverbrattar skriður og sneiðinga. Sumstaðar eru beygirnar krattar og slóðin liggur tætt. Sigurður á Hrafnabjörgum leggur fram 50.000 krónur, Auðkúlur hrettur 30.000, Elís leggur fram 80.000 og verklagni sína og dirsku. Og henn gerir hann þetta utan kerfisins, utan með vegamála yfirvöld, náttúruverndarráð, fjárlög og hvaða maður heitir allt sem á þetta sjá og ákveða. En úr sögunni er gamla gönguleiðin svonefnda hillu þar sem járnhandrið er í klettinum svo hægt sé að fikra sig áfram. Við erum á förum en rennum yfir nýja veginn frá Stapadal út að Hrafnabjörgum í kveðju skyni. Þetta er hálfa stundar akstur. Við
Vegurinn liggur fjölbreytt landslag. Hér framundan vegurinn í gegnum mjótt og djúpt skarð í svonefndum Stapa, þarna skarðið nefnist Stapasund. En vestar slóðin undir Skútabjörgum svonefndum sem hreinlega slúta fram yfir veginn. En nú ætti að vera auðveldar að kveðja saman hreppsnefndina sumarlagi en áður vegir liggja til beggja átta og kannski stutt í það að flugvél tylli sig niður út frá. Og nú hægt að fara yfir mess og 7. júní á Hrafnseyri. Eitt sinn fyrr á tíð hrasaði prestur hér á ferð og týndi tösku sinni sem í var kirkjubókin. En það verður seint hættulaust að fara hér fremur en aðra vegi á Vestfjörðum. En meðan þessi landshlutir byggður verða samgöngur þar sjálfsagt upphaf og endir alls. Thank you.